Velkomin í þáttinn okkar Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Örlítill móli hérna og nú ætla ég ekki að lesa úr neinum ritningaversi til þess að leggja út frá, heldur taka svona almennt 3 punkta í varðandi okkar andlega ferðalag. Því ég hef margítrekað sagt að við erum öll á einhverju andlegu ferðalagi. Sum okkar átt okkur mjög vel á því, aðri kannski ekki svo mikið og allt þar á milli. Sum ekki neitt náttúrulega. Að þetta sé andlegt ferðalag, allt lífið það. En ef við tökum kristna trú og andlega ferðalagið innan kristinna trúar sem virkilega andlegt ferðalag, margir efast kannski það að það sé eitthvað djúpt ríkt andlegt líf þar og leita frekar eitthvað annað, en þegar við tekur það saman þá getum við séð fyrir okkur við séum á bát, við erum á seglbát, litlum seglbát. Það bátur, það eitt segl og það lítið svona stýri aftast á honum og við erum á ferðalagi lífsins haf og þá báturinn í þessu andlega ferðalagi eins og traust okkar á Guð. Guð það sem við hvílum í, Guð það sem við erum í dagstaglega, við lifum og hrærum í honum, við áttum okkur ekki alltaf á því, en traust á Guð, það báturinn okkar. Orð Guðs, það að segja hið lifandi orð Guðs sem talar til okkur og kennir okkur, sannleikurinn þá eins og segli sem vindurinn blæs í. Og bænin okkar, faðir vorið eða bænin, hún svo stýrið aftast. Hún stýrir því hvert við einbeitum þessu andlega ferðalagi frá degi til dags eða innan dagsins. Ef þú hugsar þetta svona, ég að ferðast, báturinn traust mitt á að Guð alltaf góður, hann alltaf með mér, hann að kenna mér, hann leiði mig. Orð Guðs seglið sem vindurinn mig getur blásið í, það sannleikurinn sem færi mig áfram. Og faðir vorið, bænin okkar, samtal okkar við Guð, það stýrið. Tökum þetta með okkur inn í daginn. Nú, þá höldum við áfram. Þetta páskarnir nýliðnir og við erum enn aðeins að fjalla svona, við erum að tengja á það áfram við ferðalagið okkar og mér langar að byrja áður við höldum áfram núna að lesa þessu sálminum, Sálm 78. Þetta athyglisverð orð sem koma fram. Það segir svona: hlýð þú þjóð mín á kenningu mína. Þetta sem sagt drottinn að ávarpa Ísraels þjóðina og hann segir: hlýð þú þjóð mín á kenningu mína, legg eyrun að ræðum munns míns. Með öðrum orðum, hlustið á mig, hlustið á það sem ég hef að kenna. Ég hef djúpa þekkingu, vísdóm og innsæi, ég að kenna ykkur andlega hluti, legg eyrun við því sem ég segi. Svo segir hann í öðru versi: ég vil opna munn minn með líkingum og túlka liðna tíð. Ó, vá. Kaffisúpa. Vá. Þarna staðfestir hann sem ég búin að segja mjög oft og enda byggið það á Guðs orðinu, bæði sem Jesús sagði og þarna kemur fram að Guð talar og kennir okkur í dæmisögum og líkingum. Og það sem kemur eftir hér, þá minnir það á söguna, allt sem Guð hefur gert, all máttarverk hans, hvernig hann leysti út úr Egyptalandi, hvernig hann gaf lögmálið á fjallinu með Móse, alla þess að þið kennir börnunum okkar þetta, en ég mun kenna ykkur þetta, ég mun túlka þetta, ég mun opna munn minn með líkingum og túlka liðna tíð. Ég mun túlka liðna tíð. Með öðrum orðum, þetta ekki allt alveg bara svona svart og hvítt, þetta ekki alveg bara eitthvað prenta á blaði, það hægt að lesa inn í það sem gerist. Það hægt að finna líkingar, samsvörun, dæmisögur. Jesús talaði allt og hann sagði að ég kenni allt í dæmisögum. Þannig að það okkar hlutverk, það að kafa inn og sjá, ok, hvað í gangi?
Og í síðasta þætti þá töluðum við páskana, páskahátíð gyðinga og af hverju þeir halda gyðinga, af hverju þeir halda þessa hátíðlega og heilaga hjá Ísraelsmönnum að þegar Guð leysir það út úr Egyptalandi. En páskahátíð gyðinga faktisk 3 hátíðir. Faktisk 3 hátíðir. Það eru 40 dagar eftir páska fram að uppstigningu Jesú Krist og síðan 10 dögum síðar 50 dögum frá páskum hvítasunnan sem líka hátíð gyðinga og allt þetta tengist inn í líf, starf, ævi Jesú Krist og það sem gerist og við þurfum að sjá hvað það er. Ég ætla að lesa aðeins úr 3. Mósebók í 23. kafla, bara 2 vers, 9-11, 3 vers. Drottinn talaði við Móse. Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Þegar þið komið inn í landið sem ég gef ykkur og skerið þar upp korn, bygg, skuli þið færa prestunum fyrsta kornknipið af uppskeru ykkar. Hann skal veifa því frammi fyrir augliti drottins, svo þið hljótið velþóknið hans. Daginn eftir hvíldardaginn skal presturinn veifa því. Daginn eftir hvíldardaginn. Þessi hátíð kallur svona, frumgróðahátíðin. Þetta biblíulega hátíð þar sem að Ísraelsmenn taka fyrstu uppskeruna, fyrsta kornbindið, byggjunu í uppskerunni það árið og þeir færa fram fyrir Guð. Þetta þakkargjörðarathöfn og viðurkenning. Sjáðu, allir þetta að færa frumgróðan og þetta ekki að því að Guð, hann þarf svo mikið á því að halda því nei, þjóðin þurfti á því að halda, að minna sig á fyrir uppspretta þeirra. Það var það sem við vorum að gera. Við eigum uppskeru okkar að þakka að Guð hjálpar okkur. Hann með okkur, hann uppsprettan, hann heldur lífin í okkur. Þetta var til að minna þau á. Og þannig voru allar þeirra hátíðir, alltaf til að minna þau á hvað Guð hafi gert. Ekki af því að hann þurfti á því að halda heldur til að þjóðin þurfti á því að halda, skulum við segja. Þessi hátíð, frumgróðahátíðin, haldin daginn eftir hvíldardaginn í páskavikunni, sem sunnudagurinn. Því að laugardagurinn þar er þeirra hvíldardagur. Og fyrir kristna þessi hátíð, þessi frumgróðahátíð og hún gríðarlega mikilvægt. Hún táknar faktisk upprisu Jesú Krist, sem við höfum verið að gleðjast yfir og minnast núna páskana. Hún fer alltaf fram hjá gyðingunum í mánuðunum, það heitir Nisan mánuður, hann byrjar yfir seint í mars eða apríl og alltaf á sunnudeginum eða eftir hvíldardaginn í páskavikunni sjálfri. Og presturinn fær kornbindi af fyrstu uppskeru byggsins, kornsins það árið og tekur það fram fyrir Guð og það blessað, svo að uppskeran sé blessuð og þau séu mynd á það, heyrðu Guð, hann uppspretta alls hjá okkur. Táknrænn boðskapur, muniði, líkindar, líkindi, það líkindum ég að kenna ykkur eitthvað. Þessi hátíð að kenna okkur andlega hluti. Þetta ekki bara það að minnast þess að Guð gefur uppskeru í náttúrunni. Þetta andlegu boðskapur. Hún táknar loforð meiri uppskeru að Guð bjargaði Ísrael úr þrælkun og þrældómi og þar af leiðandi okkur, af því að þetta tengist kristinni kenningu. Páll postuli tengdi þetta mjög sterkt saman og hann sagði: þetta mynd upp á upprisu Jesú Krist, þar sem Jesús sjálfur frumgróðinn. Þetta fyrsta knippið af korninu það árið. Jesús fyrsta uppskeran, fyrsti frumgróðinn hverra, á hvaða hátt? Allra þeirra sem rísa upp til nýs lífs í Guði. Hann reis fyrstur upp frá dauðum í dýrðarlíkama. Við rættum hann aðeins, ekki bara hann hafi verið endurlífgaður, heldur hann fikk algjörlega nýjan líkama og eilíft líf í þeim líkama. Hann frumgróðinn, hann byrjunin og þessi mynd, muniði, kornbindið fyrsta frumgróði, þess vegna heitir þetta frumgróða hátíð hjá þeim og við
túlkuð það út frá Jesú því að Guð talar í líkindum. Páskahátíð gyðinga er nefnilega 3 hátíðir faktiskt setta saman. Páskahátíð, svo er það hátíð ósýrðu brauðanna og það er mikil áhersla á þessi 2 og hjá okkur dettur frumgróðahátíðin svolítið, hún er þarna inn á milli líka en hún týnist gjarnan í umræðunni. En hún er gríðarlega mikilvæg og fyrir kristna kannski mikilvægast af þeim öllum, að hún táknar upprissu Krists, frumgróðan. Korninu sem að, byggjunu sem að þarna er sáð, þeir sáðu hausti í Ísrael. Það spíraði í jörðinni yfir veturinn, byrjaði svo að spretta upp þegar fór að hlýna undir vorið og þroskaðist til fulls á vorin. Fyrsta uppstýran var byggið og það er þetta sem þessi hátíð var og síðari uppstýran var hveitið og það var líka sett í knippi og sú hátíð sem við minnumst þar kemur aðeins síðar og því þetta tengist allt Kristi, hans verki, þetta er allt líkindi, þetta er allt myndir upp á það. Þetta er skuggamyndasýning Guðs eins og ég hef kallað það. Það mátti ekki neita uppstýrunar korsins fyrir þetta sýnisorð, en þetta fyrsta knippi, 1 möndur hafði verið færður til musterisins og hvenær var það? Algjörlega við sólarupprás, leið og sólarupprás er fyrsta daginn eftir hvíldardaginn, sem sagt eldsnemma að sunnudagsins í páskavikunni. Það er frumgróðahátíðin og hveituuppstýran á sama hátt, það er á hvítasunninni og við förum í það seinna, 50 dögum síðar. Hvað táknar þetta? Þið sem þekkið frásöguna, þið sjáu strax hvað þetta táknar. Við sólarupprás að morgni frumgróðahátíðarinnar árið 32 það bil, 32-3 eftir Krist, þegar prestarnir veifuðu kornvendinu, því þeir gerðu það. Þetta var gert okkur einasta ári. Frá því að Guð hafi sagt þeim að þarna í Mósebókinni, þá hefur gert þetta hverju einasta ári. Og leðuprestarnir komu og kornvendinum er veifað fyrir altari Guðs, þá koma konurnar að gröf Jesú Krists til að undirbúa líkama hans fyrir endanlega greftrun. Smurning, þeir ætla að smurja líkama því það hefði ekki gefist tími fyrir sólarlega daginn áður þegar maður krossvestur og næstu 2 dagar voru hvíldardagar. Þegar þær koma, þá er gröfin tóm. Hann er upprisinn. Hann er frumgróði, fyrstur allra, fyrsta knippið, allra þeirra sem eru sofnaðir undan honum og rísa upp. Hvað gerðist? Það segir í Biblíunni, það er mjög skrítið vers í Mattheus 27:53 að þennan sama dag, og þetta gerist, þegar hann rís upp sem frumburðurinn, þennan sama dag sáust margir heilagi menn úr fortíð Ísraels. Menn sem fólk kannaðist við, þeir sáust ganga í Jerúsalem eftir að hafa risið upp úr gröfum sínum. Spooky! Þetta er eitthvað draugalegt. Þetta er allt táknrænt. Þetta er allt myndir fyrir okkur að skilja að hann er frumburðurinn og hann hefur gefið öllum úr fortíðinni, nútíðinni og framtíðinni þetta upprísu líf. Þessi veifi fór drottins, frumgróðahátíð og fór er sýnisorð af heilli uppstýru, alveg eins og þeir uppskáru byggið í kjölfarið af þessu og það var tilbúið til uppstýru, þá er þetta dæmi og líking sýnisorð af uppstýru sálna mannkynsins, að mannkynið allt hefur eignast lífið í Kristi, dauðinn hefur látið undan siga. Þetta er boðskapurinn. Dauðinn hefur látið undan siga. Þú og ég eigum eilíft líf fyrir höndum. Eilíft líf fyrir höndum. Ég fann að hljóma svo þingmenninir á Alþingi endurtaka setningarnar 2-3 var. Þetta er áherslur. Kristur, og ef við skoðum þá þessar 3 hátíðir sem eru samankomnar í páskahátíð gyðinga út frá kristinni trú, út frá Jesú. Kristur
var páskalambið okkar. Þau hafði verið fórnað á réttum degi og í uppfyllingu páskahátíðar. Í 7 daga eftir páskana, yfir páskana, átti Ísraelsmenn ósýrt brauð og ósýrða brauðið tákn upp á það. Jesús talaði mjög mikið súrdeig sem sýrir allt deigið, muniði. Þú ert með búin að hnoða deig, það ekki komin eitt súrdeig í það og það ósýrt sem sagt. En leiðu setur smá súrdeig í það, eftir smá tíma allur leifurinn sýrður af súrdeginu. Og súrdegi táknar myrkrið, syndina. Munið hvað syndin var? Það að missa marks. Þegar við missum marks í lífinu og missum af kærleikanum, við töpum okkar, við miskunnsemin hverfur, eigingirni kemur inn í stað kærleikans og allur þessi pakki. Það það sem það er. Og ósýrt brauðið bara táknar það búið að hreinsa þetta burt úr deginu. Súrdegið farið, það tekið burt. Þannig hefur myrkrið, syndin, það ranga og það ljóta og það vonda verið tekið burt úr lífi mannsins. Og þá spyrja menn, en það fullt af illsku ennþá í dag. Já, einmitt. Jesús opnar dyrnar, muniði, hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann býður upp á þetta. Hann frumburinn af þessu. Sá sem ekki vill taka á móti, sá sem ekki skilur eða sér eða vill, hann þarf ekki, Guð þvingar engan til þess. Hann vinnur og starfar í hjörtum okkar, hann reynir að laða okkur til sín. Við erum ástin hans, við getum sagt að þetta eins og ástfangi maður og hann reynir að laða stúlkuna sína til sín, reyna að vinna hugunar og hjarta, þannig vinnur Guð með okkur líka. Hann reyna að vinna hug okkur og hjarta. Lefa okkur að koma inn í þetta djúpa, ríka samfélag þar sem þú og ég og hann erum eitt. Hann ekki að skipa okkur að lifa svona og lifa hins einn vegna þess að annars hann ekki sáttur eða ánægður. Hann vill þig og mig í samfélag. Dauðið Jesú Krist á krossinu uppfyllir einmitt þetta. Því hann lamb Guðs sem hvað? Tekur burt synd heimsins, stendur í Jóhannesar Guðspjalli og fleiri Guðspjallum. Hann tók hana sannarlega burt, eins langt eins og austriði frá vestrinu, fjarlæginu þessar hluti. Það bara þú og ég sem leitum stöðulega aftur í þessar hluti ef við viljum fara þangað. Og við erum frjálst til þess. Það málið með það, við erum frjálst til þess. En þetta stendur okkur til boða. Og nákvæmlega á réttum tíma reis hann frá dauðum. Hvenær? Eldsnemma morguns að morgni frumgráða hátíðarinnar þegar þeir veifuðu fyrsta knipinu. Hann frumgróði alla þeirra sem voru sofnaðir og upprisa hans staðfesti sigur yfir syndinni, yfir myrkrunu, yfir dauðanum, öllu þessu í mannkyninu. Það segir ef þú játar með munni þínum að Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð reist hann upp frá dauðum, þá myndu hólpin verða. Þetta kjarninn í kristinni trú sem að opinberaðist yfir páskana og við erum að minnast á hverju ári og Guð var búin að segja fyrir í líkingu, muniði, ég tala í líkingum, hlustið á mig, ég tala í líkingum, ég tala í samsvörunum, ég að sýna ykkur hluti. Þess vegna svo gaman, elsku vinir, að skoða þetta og sjá betur, hvað Guð að kenna okkur hérna, hvað hann að meina með þessu? Ég skil þetta ekki svona, nei, ekki kannski á yfirborðinu, en þegar við förum inn og sjáum við. Muniði, Jesús sagði að stundin væri komin að mannssonurinn verði dýrlegur, svo sagði hann sannlega segi ykkur, nema hveitikornið falli í jörðinu og degi, verði það eitt og sér áfram. En ef það deyr, verði það mikinn ávöxt. Þannig hann að tala í þessum líkingum. Ef þú myndir bara heyra þetta, stundin komin að mannssonurinn verði dýrlegur. Sannlega segi ykkur, nema hveitikornið falli í jörðinu og degi, verður það eitt og sér áfram, eða heldur það áfram eitt og sér. En ef það deyr, verður það mikinn ávöxt. Þetta lífið. Þetta lífshringurinn hjá okkur öllum.
og lífsringurinn í náttúrunni kringum okkur, ekki satt. Hann að segja fyrir hann að tala í líkingum það sem koma skal. Ég mannssonurinn, hefði hann getað sagt. Ég mun deyja. Og ef ég geri það ekki, þá bara held ég áfram bara eins og ég hér og svo það búið. En af því ég fer og dey, ég fell í jörðina og dey, ég grafin, þá mun ég ekki bara halda áfram einn og sér, heldur mun ég bera mikinn ávöxt af því að fleiri munu koma eftir mér. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs reisir líflausan líkama Jesú upp frá dauðum og uppreisa Krist uppfyllir sögu Ísraels og skapar nýtt fólk, nýja þjóð, en ekki aðeins það, nýtt mannkyn. Þetta náði langt út fyrir Ísraels þjóðina. Hinn uppreisni Kristur hefur bundið enda ekki bara á langa útleið Ísraels, heldur mannkynsins, þar sem voru fjöturið í myrkri, takmörkuð í eigin sjálfselsku, bundin af myrkrinu, þrælar myrkusins, þrælar dauðans. En nú segir hann, þið eru frjáls. Með uppreisni sinni hefur Jesús verið staðfestur sem Messias, hinn réttmæti drottinn. Kornið haustið fór í jörðina. Það sprettur ekki upp fyrir hann að vori. Kristur fyrir jörðina og af því hann gerði það, af því hann dó fyrir okkur, af því hann var grafinn. Þá var hann reistur upp á þriðja degi og við með honum. Ég minnir að Birkir Már hafi komið inn og þau vorum að spjalla einhverju þáttunum hann, þar sem hann kom í heimsókn. Eftir okkur bara ef við sáum kartöflusæði. Við kallum þetta mömmuna muniði, sáum kartöflur niður. Það bara kartöfla þarna. Í kartöflu mömmunni allt sem þarf til þess að koma fleiri kartöflur. Ef þú heldur henni bara og leyfir henni að vera bara á disk inn í eldhúsi hjá þér. Ef hún fær ekki að fara onni í jörðina og deyja, þá koma enga fleiri kartöflur á henni. Þannig lífið. Myndin, sjáu þið, Guð búinn að setja allt inn í náttúruna, hann búinn að setja þetta allt til staðar. Allt í hennu líkamlega, veraldlega, það náttúrulega og hennu andlega, þetta samsvörnum þarna milli, þetta talar saman. Þegar þú setur kartöflurna niður í jörðina, þegar þú setur korni niður í jörðina, jú, það deyr, en það deyr til þess að bera fram nýjan og meiri ávöxt, mikinn ávöxt. Munið þið voru í skólagörðunum kannski, ég var það nokkru sinnum, ég varst alltaf mjög gaman að sérstaklega, náttúrulega gaman að fá uppskjöruna. Þú varst að taka upp kartöflunda til dæmis og það allt í einu var, wow, ein mamma niður og bara fullt af litlum kartöflum. Þetta líkingin. Jesús gerði þetta fyrir þig og mig, svo þú og ég mættu rísa upp til lífs. Hann kom, Guð kom, sem mannssonurinn, samsamaði sig öllu hinnu mannlega, tekur á sig sjúkdómuna, syndin og dauðan og allt myrkrið okkar, tekur að miða sig niður, gerðist maður, svo að þegar hann rísa upp þá með þú og ég rísa, rísa með honum, sjáðu, sem þýðir faktist það og Biblía talar reyndur það og við höfum eftir að koma að því, en eitt dæmi sem við höfum eftir að koma að við dóum með honum á krossinum. Þá segir hvað, ég hef aldrei dáið á krossi. Nei, en líkingin til staðar og andlega séð og frá Guði séð þetta svona. Hann kemur til þess að ryðja burtu öllu því sem hindra það að þú og ég getum risið upp til lífs í honum. Hann gerist maður til að gera okkur eða leyfa okkur að koma inn í guðlegt samfélag. Og þetta guðleg, þá spyr ég bara eftir að ég var að tala um það áðan með andlegt líf í kristinni trú. Kristin trú ekki ytri umbúnaður og kerfi. Jú, menninir hafa aldirnar ekkert bara með kristna trú, bara með alls konar trú, gert þetta þannig að þetta sé umbúnaður og kerfi og ritúal og allt svoleiðis og ekkert rangt í það nema ef að menn missa af kjarnanum. Ritúalin til að minna okkur á eitthvað. Lífi sjálft. Mundu, ég stundu nefnt að ef við ætlum að fara upp í bíl saman núna
og við ætlum að keyra til Egilsstaða á Héraði. Við förum á stað, segjum við höfum aldrei komið þangað áður, segjum bara, við höfum aldrei komið þarna áður og við höfum aldrei keyrt þarna áður. Við förum á stað í bílnum og svo erum við komin inn upp á Höfða og þá fór að koma svona skilti, einhver svona, kannski, ég man ekki hvar fyrsta skilti kemur, segjum bara það komið þarna Egilsstaðir og svo kom einhver kílómetrafjöldi og við beygjum og hvað myndi gerast ef við myndum stoppa þar við skiltið og segja, við erum komin. Við erum ekki komin. Jó, það stendur hérna Egilsstaðir. Egilsstaðir eru bara merki, bara skilti, bara tákn. Egilsstaðir skiltið er ekki Egilsstaðir sjálfur. Þú missir algjörlega upplifun að koma á Hérað ef þú heldur að skiltið sé eitt og það sem bendir á Egilsstaðir séu Egilsstaðir sjálfur. Þetta er sama í trúnni. Þetta er sama í trúnni á Jesú Krist. Þú missir algjörlega mars ef þú heldur að það sé bara táknin, það sé bara merkingarnar, bara orðin. Að þá sér þú búin að finna og komin á áfangastað. Nei. Þú heldur áfram að keyra og við heldum áfram að keyra á Selfossi koma önnur svona skilti. Það er fullt af svona skiltum á leiðinni og það alltaf fækkar kílómetrunum sem það tekur að komast á Egilsstaði. Hvar sem er á leiðinni sem við myndum stoppa og segja nú erum við komin, áður við erum komin, þá erum við farin að taka og búa til eitthvað úr, þá erum komið tákn og ytri umbúðir, merkingar, ritúal til að gera eitthvað líf úr því, en það er ekki lífið. Þú getur búið til alls konar ritúal og merkingar úr Jesú Kristi, en fyrir þú er komin í hann, fyrir þú fattar hvað það er sem hann er, þú ert alltaf að missa marks, þú ert alltaf að missa því sem hann kom að gefa. En þetta er ferðalagið. Frá Reykjavík til Egilsstaða, andlegt ferðalag, líking. Öll Biblían talar í líking. Öll Biblían, Jesús talaði allt í dæmisögum. Þú og ég erum á þessu ferðalagi. Við erum að kafa, myndu seglið í bátnum okkar. Það er orðið. Við þurfum það, við þurfum segl til að komast eitthvað áfram. Og vindur þessi blæsi, ég myndist ekki á það því að þetta sneri, þessi báturinn, segli og stýri sneri bara okkur, en vindurinn að sjálfsögðu heila og randi sem kennir blæs í orðið, eitthvað líf sem færir okkur áfram. En það er ekki okkar hlutur. Það gerir hann. Það gerir hann. Við, okkar hlutur ykkur að vera í bátnum og passa seglið sér uppi og allt sé eins og þetta á að vera. Þá ferðumst við áfram. Andlegar lendur Biblíunar sem eru dýpri og meiri. Ég veit ekki hvort ég get sagt þetta skýrt eða með nógu mikil áherslu. Biblían öll er kóði, ég bara ætla að orða það þannig, Biblían öll er kóði að öllu lífinu, bæði hér á jörð og í handanlífinu, það talar saman alla leið, allan pakkan. Þið heyrið það, mér finnst svo gaman að tala þetta að já, það er bara svo leis, mér finnst það mjög gaman. Og þau skulle ekki halda það að ég viti allt, ég veit ekkert allt í þessu, ég er að læra alveg svo þið, ég er að þessu ferðalagi alveg svo þið, við erum að ferðalaginu saman, það er bara svo leis. Enginn er búin að uppgöta alla þessa hluti og skilja þetta alveg í smáatriðum. Þess að nefna þetta núna fyrst ég að tala að skilja. Þú elskar Guð svo mikið að þú hlýtur að skilja hann mjög vel. Nei, já ég er kristinn. Ég skil ekkert Guð í öllu, eins og maðurinn sagði, ég skil ekki einu svona konuna mín alltaf. Heldur ég skil ekki Guð. Guð er svo miklu stærri og meiri og yndislegri og dýrlegri heldur en allt sem það kemur í hug okkar. En hann er svo góður, hann leyfir okkur að ferðast með sér inn í þessa dásemdarlendur sem hann býður upp á. Og hann þráir að taka okkur þangað. Það er engin takmörk. Engin takmörk. Nú ætla ég að láta staðarnumið. Ég vona að þið fáið eitthvað út úr þessu til þess að hugleiða og skoða og vil þakka ykkur fyrir það að vera mér samferðað í þessu ferðalagi. Það er eitt sem ég langar að biðja ykkur að gera kannski í ferðalaginu einmitt og það er bara fyrir ykkur. Það
Það það sem þið hlustið á þetta á hlaðvarpsveitum og öðru slíku, þið getið ítt á svona follow takka, að fylgja þessu hlaðvarpi og það bara fyrir ykkur. Ég veit ekki hver það sem ítir á hann og hvað þið heitið eða hver þið eruð, hef ekki hugmyndu þá, mun aldrei fá að vita það nema þið bara hreinlega segja mér það. En þó þið ítið á follow takkana þá þetta bara fyrir ykkur, þá fáið þið bara til að fylgjast með, þið fá kannski bara meldingum það komin nýr þáttur og svo framvegis og framvegis. Þannig að mér langar að biðja ykkur að gera það og hvetja ykkur til þess. En kæru vinir, nú ætlum við að ljúka þessu með bæn og síðan hittust við aftur í næstu viku. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gefum oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.